Jæja venir, nú er komið að 5. kaflanum í Opinberunarbókinni og þetta er svona, hvað ég segja, eftir þennan kafli 6, 7 og 8 þá erum við komin í dálítið þyngra og erfiðara efni til að fara yfir og þetta er búin að vera frekar auðveldir kaflar, þessi fyrstu 5 og ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera næst, allavega ég er ekki að predika næst og ekki þar næst. Kannski ég hef jafnvel verið að spá að taka kannski bara þessa kafla sem í framhaldinu og búa bara til vídeó sem ég mun bara setja á netið, ekki endilega að koma með það hér frá ræðupúlti. Þannig að því að það fer þá bara allir tíminn í að fara yfir Opinberunarbókina. Við viljum kannski tala um eitthvað fleira merkilegt. Heldur bara, ekki það að þetta sé ekki merkilegt, þetta er náttúrulega stórmerkilegt allt saman sem við erum að fara yfir. Innsiglin sem að byrja í kafla 6 er dálítið erfitt að fara yfir og margt sem þarf að spá í og speklara. Þannig að við sjáum til hvað við gerum með það. En allavega eins og ég sagði síðast þegar við vorum að taka fyrir kafla 4 þá er Opinberunarbókin, hún fjallar deiluna milli góðs og ills, milli Krists og Satans og miðpunkturinn í þessari deilu er tilbeiðsla. Hvers vegna er Jesús verðugur þess að við tilbiðjum hann? Og eins og ég sagði síðast að þá var það af 2 ástæðum. Hann skapaði okkur. Við erum ekki komin hér til vegna þróunar. Við erum ekki einhvað slys sem var til fyrir tilviljun. Kristur, hann er sá sem skapaði okkur. Og það er einmitt vegna þess að hann skapaði okkur sem hann er verður þess að við tilbiðjum hann. Þetta sáum við í kafla 4 og svo í öðru lagi þá er Kristur, hann er sá sem að endurleysir okkur í kafla 5. Kafli 5 fjallar um það. Við tilbiðjum hann vegna þess að við vorum týnd í synd og Kristur kom og hann lifði lífinu sem að við hefðum átt að lifa og dó dauðanum sem að við hefðum átt að deyja. Hann tók á sjálfan sig fordæmingu og syndarinnar, sektina og skömmina sem að henni fylgir. Þannig að Kristur, hann er skapari okkar eins og við sáum í kafla 4 og hann er lausnari okkar hér í kafla 5. Þannig að við skulum fara í fyrsta versið í Opinberunarbókinni, 5. kafla. Það segir: í hægri hendi hans er í hásætinu sat sá ég bók skrifaða innan og utan innsiglaða 7 innsiglum og þarna sjáum við þetta. Hann er strax þarna að tala um þessi innsigli sem er fjallað í næstu 3 köflum. Þetta er svona svo inngangur líka inn í það. Og Jóhannes hann lítur upp og hann segir að ég er að horfa til himins og ég sé þessa bók sem hefur 7 innsigli. Og svo eins og ég segi, fáum við ítalegri lýsingu á þeim í þeim næstu köflum. Og það er þar sem við fáum að sjá þegar lambið opnar þessi innsigli. Og þá er það sem að 4 hestar birtast, hvítur, rauður, svartur og fölur hestur og sálinnar undir altarinu og jarðskjálftar mikli og sjáum til hvernig, eins og ég sagði þaðan, hvernig við munum fara yfir þá kafla einhvern tímann í framtíðinni. En hver ætlar að opna þessi innsigli? Og hver ætlar að leiða okkur í gegnum þetta? Það segir það hér. Það segir: og ég sá sterkan engil sem kallaði hárri röddu: hver er maklegur að ljúka upp bókinni og leysa innsigli hennar? En enginn var sá á himni eða jörðu eða undir jörðinni sem lokið gæti upp bókinni og litið í hana. Enginn. Engill getur það ekki. Engin manneskja eða engill getur lokið upp þessum innsiglum. Þess að þessi innsigli segja raun og veru sögu kristinnar kirkju á svipaðan hátt og við sáum í kafla 2 og 3 þegar við vorum að fara yfir söfnuðina 7. Að við bara hreinlega, þegar við förum yfir í innsiglinn, þá erum við að byrja aftur að fjalla sögu kirkjunnar í gegnum tíðina. Og það er farið, þetta er svona svipað eins og við sjáum í Daníelsbók, að við sjáum þetta líkneski sem að segir frá þessum heimsveldum sem átt að koma, hvert á
hvert að öðru og svo sjáum við það betur þegar Daniel fær sýnin af dýrónum. Þá fær hann sömu upplýsingar nema miklu betur, ítarlegra. Og þetta alveg sama sem við sjáum í Opinberunarbókinni að söfnuðin 7 gefa okkur svona fyrstu myndina af sögu kirkjunnar og svo fáum við þetta aftur. Bara ítarlegra. Þess vegna segjum við að Danielsbók og Opinberunarbókin eru eiginlega sama bókin því að þetta er sett saman með sama hætti. Samskonar ritháttur á þessum 2 bókum. En hver getur opnað bókin og sagt okkur sögu kirkjunnar gegnum þessi 2000 ár? Og við lesum hér í 4. versi, það segir: og ég grét stórum að því að enginn reyndist smaklegur að ljúka upp bókina og líta í hana. En einn af öldungunum sagði við mig: grátu eigi, sjá sigrað hefur ljónið af Júda ættkvísl, rótarkvistur Davís. Hann getur lokið upp bókinu og innsiglum hennar 7. Og þá sá ég fyrir miðju hásættinu og fyrir verunum 4 og öldungunum lamb standa sem slátrað væri. Það hafði 7 horn og 7 augu og eru það 7 andar Guðs sendir út alla jörðina. Hvað er þetta ljón af ættkvísl Júda? Við vorum búin að sjá þetta áður, hvaða ljón þetta er. Það er staður í Gamla testamentinu sem talar ljón af ættkvísl Júda. Sjáum það í 1. Mósebók kafla 49. Það segir: Júda er ljónskvolpur, frá bráðinni ert þú stiginn upp, sonur minn. Hann leggst niður, hann hvílist sem ljón og sem ljóninja. Hver þorar að reka hann á fætur? Ekki mun veldisbrotin víkja frá Júda, né ríkisvöndurinn frá fótum hans. Uns sá kemur valdið hefur og þjóðirnar ganga honum á hönd. Sá valdið hefur, það er Jesú Kristur. Og gyðingar þeir viðurkenndu það fúslega að þetta væri spádómur Messías. Messías er ljónið af ættkvísl Júda. Og Jesús fæddist í Júdu, fæddur í Betlehem í Júdeu héraði og var ljón af ættkvísl Júda og þessi spádómur hann vísar til þess. Svo í Opinberunarbókinni 5. kafla hefur þú 2 birtingamyndir Jesú. Hann er ljónið og lambið. Hann er ljónið því að hann hefur konunglegt vald og hann er almáttugur. Hann getur tekist á við árásir Satans. En hann er lamb Guðs sem kemur hóvært og auðmjúkt og fórnar lífi sínu fyrir þig og mig í Jesú Kristi. Sterki Jesú og hinn mildi Jesú, hinn alvaldi Kristur með vald og hinn undirgefni Kristur. Hann er hvorutveggja. Kristur sem sigrar, hann er ljónið. Kristi sem er fórnað, hann er lambið. En svo áfram í kafla 5 þá erum við komin að öðrum þætti tilbeiðslunar. Við tilbiðum hann vegna þess að hann hefur endurleist okkur, dáið fyrir okkur. Hann er almáttugur og eins og ljónið og hann er fórnarlambið. Og við sjáum þarna nokkra aðra hluti sem eru áhugaverðir. Og við sjáum í versi 6, þar sem segir að þá sá ég fyrir miðju hásættinu og fyrir verunum 4 og öldukonum lamb standa sem slátrað væri. Það hefði 7 horn og 7 augu. Og það sem að lambið það hefur 7 horn og 7 augu er augljóst að Jóhannes hann er ekki að horfa á eitthvað bókstaflegt lamb upp á himni. Þetta er ekki lamb í bókstaflegri merkingu. Þetta er táknmynd, tákgræn mynd. Lambsmyndin er mynd af Jesú. Og við vorum búin að sjá það í þessa baráttu hásætið í 4. kafla að Satan hafi vildi reisa veldistól sinn á himnum eða ríkja sinn konungur á himnum. En hér höfum við þessa baráttu tilbeiðslu, átök tilbeiðslu. Og síðar í Opinberunarbókinni sjáum við drekann og dýrið sem vill eyða lambinu. Þannig að þú er þessi átök í gegnum alla Opinberunarbókina. Og hvað þessi 7 horn, hvað þýðir það? Horn í Biblíunni eru alltaf tákn vald. Sáum það vel í Danielsbók. Hornin tákna vald eða styrk. Þannig að þetta lamb sem er fórnarlambið sem deyr fyrir okkur er allsráðandi.
Og augun, við höfum þegar séð að þau tákna visku og þekking og skilning. Svo þegar þú horfir á 7 horn og 7 augu, þá er Guðs lamb Jesú Kristur, fórn okkar sem að dó fyrir okkur. Kristur sem kom í kærleika frá föðurnum til að fórna lífi sínu fyrir okkur, hann er allsráðandi og hann er líka fullur af visku, þekking og skilningi. Nú það er megin munur á aðferðafræði Guðs annars vegar og aðferðafræði djöfulsins. Djöfullinn hann beitir valdi og þvingunum, en það er kraftur kærleikans sem er meiri en nokkurt afl í alheiminum. Svo hornin 7 tákna kraft kærleikans, kærleika Krists. Svo hvað með þessi 7 augu? Þau opinbera speki Guðs í Kristi og í hjálpræðisáætluninni sem tryggir alheiminum í gegnum endurlausn hans. Vegna þess að Kristur kom í fullkomna áætlun til þess að endurleysa okkur úr klóm dauðans. Og þess vegna það sem að segir hér í Rómarabréfinu 8:1. Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Það er engin fordæming, hjálpræðis áætlun Krists er fullkomin. Og svo segir þarna, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf, og Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Fullkomin hjálpræðis áætlun fyrir hverja þá mannesku sem að þráir hana. Og það er sýnt hér í lampinu með hornin 7 og augun 7. Hornin 7 fullkomin styrkur, augun 7 fullkomin viska og skilningur og 7 andar Guðs fullkomin þjónusta heilags anda sendir út alla jörðina og heilagur andi hann beitir visku Guðs, krafti Guðs í hjörtum okkar í þessu lambi sem að dó fyrir okkur. Og það segir þarna í Póstulasögunni 1:8, það segir, en þér munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða vottar mínir í Jerúsalem og allir í Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Heilagur andi, hann kemur yfir lærisveinana til þess að þeir geti vitnað Jesú. Og hvar? Alla jörðina, þessu segir þarna. Og þarna sjáum við það sama, andi Guðs, hann er sendur út alla jörðina. Hinn fullkomna þjónusta andans, leiðir menn og konur til hins fullkomnu fórnar Krist til að viðurkenna kraft kærleikans. Svo hjörtu þeirra eru snortin af þessum kærleika Krist. En förum núna í vers 8. Það segir að þegar það hafði tekið við henni, féllu verurnar 4 og öldungarnir 24 niður frammi fyrir lampinu og þeir höfðu hver sig hörpu og guldskálar fullar af reykelsi og það eru bænir hinna heilugu og þeir syngja nýjan söng. Nú ég talaði lítilega öldungarna 24 fyrir viku, það sem minnst á þá líka þar í kapla 4 og ég sagði þá líka að það geta allir sammálað hverjir þeir eru. Sumir segja að þetta séu englar. Ég er með að trúa því vegna þess að þeir eru sagðir að hafa hvíta skikkjur sem táknar alltaf réttlæti Krists sem við íklæðumst vegna þess að okkar eigi réttlæti er ekki nægjanlegt, ekki fullkomið. Þannig að í mínum huga þá hljóta þetta að vera manneskjur sem hafa verið endurlaustar fyrir réttlæti Krists. Og ég gerir mér líka grein fyrir því að þeir sem aðhyllast þá kenningu að við verðum hrifin upp í leynilegri burthrifningu fyrir þrengingatíman líti á þetta sem sönnun fyrir því. Að sumir segja jafnvel að þetta sýni að fólk Guðs sé þegar á himnum hér í kapla 5, áður en plágurnar falla. Og þeir jafnvel fullyrða að allt sem eftir kemur í Opinberunarbókinni eigi ekki við kirkjuna, vegna þess að hún er þegar á himnum. En það er hins vegar engin þörf á að draga slíka ályktun, jafnvel þó að öldungarnir séu fólk sem hefur verið frelsað fyrir blóð Jesú Krists. Þannig að spurningin er, hvernig getum við haft fólk þarna á himnum löngu áður en Kristur kemur aftur þegar við trúum því að allir sofi í gröfum sínum fram að endurkomu Krists. Nú einn möguleikin er að öldungarnir 24 séu þeir sem stíga upp með Kristi til himna eftir upprisu hans,
eins og við lesum í Matteusarguðspjalli 27, 50-53, þar sem segir: En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andann, þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt ofan frá og niður úr, og jörðin skalf og björgin klofnuðu og grafir opnuðust og margir líkamir helgra látinna manna risu upp. Og eftir upprisu Jesú gengu þeir út úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Og Kristur hann eyddi 40 dögum á jörðinni eftir upprisu sína, og á þessum 40 dögum sameinaði hann lærisveinana, styrkti trú þeirra og gaf þeim leiðbeiningar í tengslum við að boða fagnarættið til heimsins. Nú síðan steig hann upp til himna til að vera hjá föðurnum, en Kristur steig ekki einn upp til himna. Hann fór með hinum upprisnu heilögu sem frumgróði endurlausna starfs hans fyrir mannkynið. Og í Efesus 4:8 segir að hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnum gjafir. Og síðan er ekkert meira fjallað þessa helgu menn, þannig að líklega stigu þeir með Kristi upp til himna. Þeir gætu því verið þessi 24 öldungar sem fjallar hér í Opinberunarbókinni. Þeir voru frumgróði upprisunar, frumgróði endurlausna Krists fyrir mannkynið. Og það sýnir okkur líka að Guð er megnugur að reisa okkur upp frá dauðum. þar sem hann hefur þegar reist þessa helgu menn upp og hafið þá upp til himna. Og þar sem hann gerði það fyrir þá getur hann einnig gert það fyrir okkur. En ég hef tekið til því að Ellen G. White virðist tala þessa öldunga sem engla, og sumir hafa bent á það staðreynd, en eins og ég hef þegar minnst á þá þýðir orðið engill, það þýðir bara sendiboði, þannig að við erum í raun öll englar, við sem höfum verið send af Guði til að boða fagnarendi. Og þannig eru þessi helgu menn, þeir eru einnig englar. Held ég hafi skipað yfir eitthvað hérna. Jæja, ég hvort er bara upp á tíma, þannig að við höldum áfram. En svo segir þarna að þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringinn í kringum hásætið og verurnar. Og við vorum búin að skoða það í 4. kafla hverjar þessar verur eru. Við sáum þær frammi fyrir hásætinu, við sáum hvernig þær birta okkur mismunandi hlutverk Jesú, ljón, uxi, maður og örn. Og Jesús Kristur var ljón af ættkvísl Júda, gefið til kynna þetta konunglega valdans, og uxinn, tákn fórnardýrsins, fórnar Krists. Þriðja dýrið hafði ásjónu sem maður, hann gekk á meðal okkar sem maður, og fjórða eins og örn, hann steig upp til himna, flaug upp til himna. En takk eftir því sem segir hér í 12. versi, þeir sögðu með hárri röddu, maglegt er lambið þeir slátrað að fá máttinn og ríkdóminn, visku, kraft, heiður, dýrð og lofgjörð. Takk eftir því það eru 7 atriði sem eru talin upp þarna. Fyrsta lagi máttur, öðru lagi ríkdómur, þriðja lagi viska, 4. lagi kraftur, 5. lagi heiður, 7. lagi dýrð og 7. lagi lofgjörð. Og hvers vegna þessi tilteknu 7 atriði? Og það er vegna þess að það er nákvæmlega þessi sömu 7 atriði sem Adam og Evu glötuðu þegar þau synguðu. Það var nákvæmlega þetta sem þau töpuðu. Skoðum það aðeins. Að það segir maglegt er lambið þeir slátrað að fá máttinn. Nú annað orð fyrir mátt þarna á grískunni er yfirráð eða vald. Og muniði að þegar Guð skapaði Adam og Evu, að það segir hann skapaði að hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindum sem skriðu á jörðinni. Þannig að þegar þau synguðu þá mistuðu þau þessi yfirráð. Og með fórn Krists verður allt sem var glatað endurreist. Þannig að þegar Adam syngaði þá var það eins og hann hafi gefið öll þessi yfirráð yfir til Satans. Og það er þess vegna sem að Satan er höfðingi þessa heims, því að Adam hann bara færiði honum þetta vald.
Og Kristur, hann vinnur þetta tilbaka og færir okkur það aftur. Og svo segir þarna, maklegt lambið þið slátrað að fá ríkdóminn. Og þau mistu ríkdóm eilíðarinnar þegar að þau höfðu allt við höndina og eftir að þau höfðu fallið í synd þá var öll sköpunin bölvuð vegna þeirra og það segir í 1. Mósebók 3:17-19 að því að þú hlýddir röddu konu þinnar og ást af því tré sem ég bannaði þér ég sagði þú mátt ekki eta af því þá sé jörðin bölvuð þín vegna með erfiði skalt þú þig af henni næra alla þína lífdaga þyrna og þistla skal hún bera þér og þú skalt eta jurtir merkurinnar í sveita andlits þín skalt þú neyta brauðs þíns. Þannig að ríkdómurinn sem að þau höfðu notið áður var horfinn og nú þurftu þau að strita fyrir brauði sínu. En ríkdómur eilíðarinnar auðaði við Eden munu verða endurreist. Og það segir þarna líka maklegt lambið þið slátrað að fá visku og mistu þau visku við syndafallið. Allur hugur þeirra hann var í raun sörgaður af synd og þau þurftu að kynnast hinu góða og hinu illa, mistu viskuna. Maklegt lambið þið slátrað að fá kraft, þau mistu kraftana til að standast þið illa. Þau hefðu ekki lengur styrk eða kraft lengur til þess að siðferðislegan kraft, það má segja svo. Maklegt lambið þið slátrað að fá heiður og dýrð og lofgjörð. Þau mistu heiðurinn sinn frammi fyrir öllum alheiminum. Þau mistu heiðurinn og dýrðina. Og skikkju réttlætisins sem var svo full af dýrð, það var horfið og þau mistu blessun himinsins. Kristur, hann veitir okkur heiðurinn og dýrðin á ný, því hann vinnur þetta inn, þarna eins og við sáum í þessum texta. Að þegar við íklæðum skikkju réttlætis hans. Og fyrir Jesú Krist, vegna Jesú Krist, vegna þess að hann skapaði okkur, vegna þess að hann leysti okkur, munum við aftur hljóta ríkið. Og í Kristi munum við meðtaka auðinn og dýrðina. Og í Kristi munum við meðtaka speki himinsins. Og í Kristi munum við fá nýjan styrk, nýjan heiður. Og í Kristi hljótu við dýrð á ný. Allt sem Adam og Eva glötuðu, það hlotnast okkur á ný. Vegna þess að Jesús, það hann sem kaupir okkur undan bölvun syndarinnar. Og takk svo eftir hér í versi 13 og allt skapa sem á himni og jörðu og undir jörðinni og hafinu, allt sem í þeim heyrði ég segja, og hann tekur saman núna og segir honum sem í hásetinu situr og lampinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin, krafturinn aldir alda. Og verurnar 4 segja amen. Og öldungarnir féllu fram og veittu lotningu. Allt sem hefur glatast verður endurreist. Kristur hann skapari okkar og Kristur hann lausnari okkar. Sjáu hvað segir í Sálmi 139, 17 og 18. En hversu torskildar eru mér hugsanir þínar, ó Guð, hversu stórkostlegar eru þær allar samanlagðar. Ef ég vildi telja þær væru þær fleiri en sandkornin, ég myndi vakna og vera enn með hugan hjá þér. Jesús segir, þú ert einstök sköpun. Ég hef áætlun fyrir líf þitt og hverjum degi segir Jesús, ég að hugsa þig. Þú ert í huga mér og hjarta mínu. Djöfullinn hann hatar sköpun Guðs og vil eyðileggja þessa yndislegu dýrmætu sköpun Guðs. Vegna þess að hann vil eyðileggja tengsl okkar við Guð. Hann vil eyða þeirri staðreynd að Guð skapaði okkur og hann mótaði okkur. Og þess vegna setti hann fram þróunarkenninguna sem að segir einfallega að við séum tilgangslaus tilviljun og við komum af lægra lífsformi. Og vegna þess að hann vill ekki að við viðurkennum þennan sannleika að við erum sköpuð á Guði, að Guð hafi áætlun með líf okkar. Og þess vegna kom hann inn í aldingarðin Eden og stal frá okkur mætti okkar, ríkdómi, visku, krafti, heiðri og dýrð.
Hann stal þessu öllu vegna þess að hann var fullur af hatri til Guðs og þess vegna vildi hann eyðileggja þessa undurfögru sköpun Guðs. Þetta fyrst og fremst barátta á milli Jesú og Satans. Við einfaldlega urðum fyrir barðinu á vélráðum Satans vegna afbrýðisemi hans gagnvart Jesú. Og Jesús hann ber umhyggju fyrir okkur og hann vill endurreisa okkar fyrri mátt, ríkdóm, visku, kraft, heiður og dýrð. Það snýst frelsunar áformið. Hann vill frelsa okkur undan klóm óvinarins og við sjáum oft ekki okkar eigin veruleika, hversu dýrmætt við erum í augum Guðs. Hvað búa margir á jörðinni? 8 milljarðar. Erum við bara ein ómerkileg manneskja í öllum þessum fjölda? Sjáu hvað segir hér í Jeremía 29:11. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Guð hefur áætlun með líf okkar og hann vinnur á hverjum degi að því að ná tilgangi sínum í lífi okkar. Hvert og eitt okkar er einstök. Það engar 2 manneskjur eins. Guð hefur mótað okkur hvert fyrir sig. Og ef þú glatast, þá engin leið að einhver annar geti komið í þinn stað. Þannig að hvers vegna tilbiðum við hann? Opinberunarbókin 4 segir, verður ert þú drottning vor Guð, að þú fá dýrðin og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þær til og voru skapaðir. Og hvíldardagurinn hið eilífa tákn að Guð skapaði okkur og við urðum ekki til fyrir þróun. Og þegar við tilbiðum hann á hvíldardegi staðfestir það vald hans til að ríkja í hásæti hans, því að við tilbiðum hann og lofum hann sem skapara, þann sem skapaði himinin og skapaði jörðina. Og Satan hann hatar þá staðreind að Kristus skapaði okkur og þess vegna hatar hann tákn sköpunarinnar, hvíldardaginn. Vegna þess að hann vill eyðileggja sjálfsvirðingu okkar. Hann vill fela fyrir okkur hver við erum í raun og veru. Og hann vill að við lifum niðurdrepandi, þunglindu, glötuðu lífi. En hvíldardagurinn talar til 21. aldar kynslóðarinnar, þú ert verðugur Drottinn til að hljóta dýrð af því að þú skapaðir okkur. Og hér í kapla 5 þá Jesús verður þess að við tilbiðum hann því að hann endurheimtir allt sem við höfum glatað í greipar syndarinnar, máttinn og ríkdóminn, viskuna, kraftin og heiðurinn. Það frelsunar áfram Krists að vinna okkur allt þetta tilbaka. Hann lambið sem slátrað var til að kaupa tilbaka allt það sem við höfum glatað. Þetta boðskapur 5. kaplans, boðskapur 4 og 5, Kristur sem skapar okkur og Kristur sem endurleysir okkur. Takk fyrir í dag.